jafnvel þó að væri norðangarði og allt vitleysa í veðrinu, þá var alltaf gaman. Og þetta er náttúrulega þakka ég foreldrum okkar. Við áttum svo góða foreldra. Og okkur ber að þakka það að hafa átt þessa fallegu og skemmtilegu æsku. Og ég þakka það. Þóra, hvernig með allar strákana þína? Eiríkur, þetta er sonur minn. Og þú ert sonur minn. Já. Báðir synir mínir. Báðir synir mínir. Já. Mutta että ne on. Sjá hér. Það er ekki venn. Já. Talaði þýsku og ensku. Ég man það að mamma sagði mér einhvern tímann frá því að hann hafði spurt ömmu hvort hann hefði getað bjargað sér á rússnesku og amma hélt að svo hefði verið á sínu tíma. Og hann var sjálfmenntaður á þetta öll þessu tungumál. Nú á dögum væri hann útrásavíkingur eða hvað starfaði hann í dag. Og ég veit ekki hvort að unga kynslóðin mann eftir því en hvað hétu, hann styrkti margan mannin til náms og gekk illa, hann rak verslun á sínu tíma, gekk illa, hann var svo auðmýkjagóður að hann, þeir sem að skrifaði hjá mörgum, verslunin gekk ekki neitt vegna þess að hann lánaði og lánaði endalaust. Nú, hann Þóri minntist á hjólið áðan. Ég man þá tíð í gamla daga að þegar Heklan og Esjan fóru hringinn í kringum landið, að þá fór hann með á reiðhjóli og meðan var að vera lest og losa þá hjólaði hann næsta nágrenni á kannski Seyðisfirði, Eskifirði eða Akureyri, Húsavík. Svo kem ég með handa báðar. Já. Bara setja þig hérna. Ja, ja. Mamma treysti sér ekki fyrir tvostaði á sama degi. Já, við ekki. Já. Ég veit ekki, ég veit ekki svona. Já, það getur að fara. En auðvitað var það að skilja sig.
En þú átt að muna alla tilveruna að þetta land á þig